sko það bara fullt af fólki sem hefur verið reitt út í bjarnabinni í langan tíma og það hefur ekkert endilega náð í gegn. Akkur heldur að Vinstri grænir hafi ekkert sóst eftir fjármálaráðuneytinu. Þú veist, það einhvern veginn engin þekking á þessum málaflokki þarna. Þess að núna upplifir fólk að stjórnmálamenn, þeir segi bara eitthvað. Ég tala við 1000 manns, það töluðu allir heilbrigðismál. Það þarf ekki annað en ég segi eitt rangan hlut og þá ég bara cancelled, sko. Og þú verður að geta hlustað á fólk til að geta vita hvað eru þeirra vonir og þrár. Af því að hættan svo, ef þú fylgist bara með fréttum og spjallþáttum, þá færðu bara álit svona skoðanaelitunar í landinu. En þess að ég bara verið heiðaleg með það, með 25 forgangsmál, þá ekkert í forgangi hjá þér. Í sumum málum, ég bara flókin eins og flest fólk, í sumum málum ég bara mjög vinstrisinnuð og í öðrum málum ég bara til miðju. Jæja, Kristún, 4. skiptið. Já. Af hverju baðst að koma í þetta skipti? Já, ég verð að promóta formannsframboðið mitt. Já, það er hárrétt. Grínast, þú liggur í mér? Já, nei, ég náttúrulega bara þig að koma, svo höfum það á handreinu. Hvað segirðu gott? Bara fínt. Það ekki? Jú, ég bara spræk. Ég var að ljúka fundaröðinu minni á sunnudaginn. 50. fundurinn á árinu. Já, það bilun og árið rétt rúmlega hálna. Á hverju ákvaðst að fara í þessa fundi? Sko, þetta eiginlega svona tvískipt verkefni. Ég fór fyrst í febrúar-mars, þá fór ég aðallega á svona svæði fyrir utan höfuðborgarsvæðið og þræddi í rauninni bara allt landi. Og þá var ég meira bara að hlusta á fólk, sko. Ég var ekkert endilega beint með mikið erindi sjálf. Þegar ég kom inn á þing, þá áttaði ég mér svona tiltala fljótt á hversu einangrandi vinnustæður þetta getur verið. Og þú ert mjög fljótur að byrja bara að tala alltaf með sama fólkið og það svo mikið að verkefni sett á þig bara sem krefist þess að þú dveljir inn í þinghúsinu að ég áttaði mig á því að maður það bara ákveð þegar maður kemur inn hverju fórnar, hvað forgangsraðar og ég ætla bara að reyna að fara strax út og gera eitthvað. Ekki það að þú getur verið alltaf á svona fundum í hverjum einasta mánuði en það samt sko, þetta ákveðin svona púls á þjóðina. En þetta samt svolítið fyndið, en því ég byrjaði á þessu í febrúar, ég hélt fundu alls konar stöð, á Kópaskeri, það búið 150 manns þar, það voru 25 á fundunum hjá mér. Já, og sko inn í þessari 150 manna tölu eru börn og líka eitthvað fólk sem ekki með íslensku sem móðumál, sem kannski treysti sér ekki til þess að mæta. Fólk bara mætti og var áhugasamt og meiri sér það sem mættu bara 4 skilur. Það voru oft bara mjög góða samræður við 4 einstaklinga. En núna svona í haust þá var þetta meira tengt framboðinu til formanns í Samfylkingunni og þá ég kannski meira komin með svona ákveð erindi og skýra fyrir fólki hvað ég að hugsa af því að þetta hefur bara vakið athygli og fólk forvitið og með spurningar og ég bara mjög hrifin að ég tala beint við fólk frekar en að eiga í samskiptum endilega kommentarkerfum samfélagsmiðla en þess að það bara þannig að mannleg hegðun og tilfinningar og vonar og þrár, þú kemur því mjög illa í einna setningar orð eða orð í einni setningu þannig að þetta hefur gefist bara mjög vel. Sko, pældi í 18. september þá settust við fyrsta sinn saman, þá varst ekki eins og komin inn á þing. Ef ég hefði sagt við þig í því viðtali, Kristrún, þú verður að sækja þetta formannskjöri eftir ár, rétt og rúmt, pældi því. Hvað hefur þú sagt? Ég hef sagt ekki séns. Nei. Þú veist, ég meina... Þetta frekar magnað. Þetta ótrúlegt og ég meina það það sem gerist þú fer í pólitík alls konar fólk með svona endurskrif þín einn sögu, sko. Þetta hafi nú verið masterplanið, ég hef labbað þarna inn. Sko, auðvitað kemur fólk inn og ætla sér að gera eitthvað. Auðvitað fer ekki pólitík bara til þess að setja hliðlinni. En ég gerði mér ekki grein fyrir því ég fór í þetta. Hversu hratt þetta myndi gerast. Kannski á þessum tímapunkti, 18. september, þá var ég komin svona vel inn í kosningabaráttunni þannig að ég var búin að átta mig á því hvað fælist í þessu starfi, sko. En ég hefði ekki getað að segja þetta fyrir. Stundum gerast hlutinni bara svona og þú finnir sjálf að í einhverjum farvegi og sko það var mikið komið að máli við með eftir kosningabaráttuna hvort að ég vildi sækjast eftir þessu. Mér fannst það mjög bratt og ég hugsaði bara, ég ekki einu sinni komin inn á þing, sko.
vil ég ekki aðeins fá að sjá hvernig það gengur og hvernig mér líður með þetta allt saman og hvort þessi bara yfir höfuð ánað með mig, en þess að maður veit líka að það getur skapast svona spenningur í kringum bara nýja brömið og ég meina ég fjarri því að vera með eitthvað svona vitfyringu í tengslu við það, ég meina ég áttam alveg á því hvað gerðist til dæmis í tengslu við kosningar, það fólk var bara svona spennt á eitthvað ný manneskja sem kom inn og ég hugsaði bara þetta getur nú alveg dáið fljótt út. Það þarf ekki annað en ég segi eitt rangan hlut og þá er ég bara cancelled sko. Og ég hugsaði bara sko, ég hef pottið eftir að valda einhverjum vombriðum sérstaklega kemur upp svona svolítið hæp þannig að maður verður auðvitað að passa sig en ég tók samt þá ákvörðun eftir veturinn og ég meina partur þessar fundara sem ég fóru í febrúar mars og sem vildi meina að ég var bara konið eitthvað formansframboð sko, sannleikurinn sá að ég vissi ekkert eins og hvort ég vildi á þeim tímapunkti og þetta var eiginlega svona partur í þeirri ákvarðanatöku að fara út og sjá bara hvort að fólk tengdi við mig. Þú getur ekkert verið í pólitík bara í einhverjum svona hugmyndafræðilegum heimi sérstaklega ef þú kemur kannski mínum bakgrunni þó að sko minn uppeldisbakgrunni sé mjög hefðbundin þá er ég búin að í svolítið langan tíma vera í svona þessum hvað maður að segja, eildu heimi. Ég menntaði með erlendis og var á svona fínum stöðum eins og fólk vil meina og ég hugsaði bara, herðu, ég get ekki bara mætt hérna með einhvern ramma og einhverju bók sem ég las. Þú veist, annarkvort tengir fólk við það sem ég verið að segja eða ekki. Annarkvort get ég tekið mark á því sem fólk er að segja og ljáði því rödd mína. Og ég upplifði bara mjög sterka tengingu við fólki í þessari ferð og fékk mikla hvatningu eftir hvern einasta fund frá fólki sem ég þekkti ekki og þá hugsaði ég bara, herðu, ok, nú slæði ég bara á þetta. Þú veist, ég fer bara í framboð. Svo, þú veist, svo sjáum bara hvað gerist. Það er oftast þannig. En það er náttúrulega, sko, þetta er samt ekki alveg rétt. Þú ert að gefa þér á lítið hérna, því að sko vanalega þegar fólk er að fara á þing, þá er vanalega fólk ekki spennt fyrir því. En sko viðskiptablaðið var sko áður en þú komst inn á þing, mjög þá voru þeir spennt. Sko, ég var alltaf að bíðast þeir myndu sko hafa mynd af þér þar sem hún var með horn út af því að fyrir þeim ert þú kölski. Sko heldur að aðrir í samfélaginu, bæði svona þeir sem eru með þér í flokki og kannski sjálfstæðisflokkurinn, svo við tölum bara hreint út, hafi áttað sig á þeim miðbyr sem að var með þér áður en að þú áttaðir á því? Ég veit það ekki. Þetta kom mér á óvart og sko, mér langar fyrst að segja, þessi meðbyr, hann er líka mjög svona hópabundin. Það vissi ekki allir og ég held mér þessi ennþá í dag. Ég veit ekki, ég er kannski ekki alveg dómbar á það. Maður minn hlegir mikið af því að hann segist fá miklu betri þjónustu þegar hann fer í búð með mér í dag og hann tekur eftir því að það er svona öðru sem horta okkur. Ég kannski er hægt að pæla í þessu, en hann tekur eftir þessu, þetta er svona munur að fólk svona kannast um mig þegar sem út í búð. En ég held samt lengi vel, og ég veit ekki, ég held að eflaust setja ennþá staðan við það, ég meina fólk kannski veit ekkit endilega hver ég er, það er einhverju svona hópar sem urðu mjög spenntir og það er það sem að það líka passa sig á, sko. Maður er kannski ekkit alveg búin að ná alltaf alveg í gegn. En það getur vel verið einhver að hafa verið búin að sjá þetta fyrir áðan ég gerði það. Þetta kom mér á óvart, ég get alveg viðurkennt það. Ég ætla ekki að gera lítið úr mínum hæfileikum og eiginleikum og þetta hefur maður trúa sjálf sér. En ég held ekki að ég myndi fá svona mikla athygli hratt og maður verður bara að passa sig, sko. Maður verður bara að passa að halda í sjálf sig og það er það sem ég er að reyna að gera í þessu framboði núna. Að sko, enn sem komið er ég eini í framboði, en ég ákvað samt að fara út og halda alltaf þessu opna fundi og tala við fólk og fara í öll þessu viðtöl, þess að ég vil að fólk viti hvað ég standi fyrir. Sko, þetta er nefnilega svolítið skrítin stað að þú ert komin í þetta hlutverk að fólk gerir einhvern veginn endalaust kröfum að vita hvað stendur fyrir. En svo þú segir fólki hvað stendur fyrir, þá verður það ósatt við hitt og þetta. En mér finnst það bara miklu heiðarlegra að koma þannig fram. Og mér finnst bara mjög stór partur af því að vera í þessu starfi og ætlar að skila ykkur árangri, að þú verður bara að standa í fæturnar og vera þú sjálfur. Og þó fólk verður hrifið af því eitthvað, það þýðir ekki að það eigi þig, skilur. Þú ert þarna fyrir aðra, en ég bara fara að valda vonbrigðum ef ég byrja að dansa eftir einni línu, sko. Já, það er spurning, sko. Já, ég er alveg sammálaður þar. Og áður en við förum í svona stefnumálun sem að þú telur að samfélkingin ætti að taka, þá langar mig bara, sko, til að ljúka þessu. Sko, mér fannst að vera mjög áhugavert þegar þú fórst í þessa vegferð. Alveg sama að þú veist, undir hvaða formerkið þú varst að gera með datt í huga að var þetta
að þú ætlar að bjóða fram til formans í vetur. Já, einmitt. En þetta er samt líka vítaminsbrauta fyrir alla aðra flokka. Það því að það sko saman hvort að þér líka betur þér líka röglega betur að þetta er líka ákveð vending í íslensku stjórnmálum þar sem að það sko flokkar þú ert að koma þessu annan stall að mínum að og ég er búin að segja það oft núna og ég hef nú sagt það við þig að það er sko stjórnmálin núna bara þú veist óháð því hvort að fólk sé sammálaður hugmyndafræðilega þá er þetta vítaminsbrauta út af því að sko núna þurfa aðrir flokkar að fara að standa sig miklu betur út af því að það er komin annar standard og það er það sem ég finnst jákvæðast við og það er líka eitt og ég veit alveg að það geti einhver orðið sár yfir þessu en það er líka gott samt að það sé að koma stjórnmálamanneskja sem geti grætt miklu meiri pening annar staðar ég er ekki að djóka þú veist, það er, og ég veit að það er enginn að fara að segja þetta við þig og kannski margir ósammála mér en það fyrir mér er risa þáttur í þessu hvað hefur að segja um þetta? Alla þessa gullhamra sem ég er búin að slá hérna sko, ég veit ekki eiginlega hvar ég á að byrja ég get allan að sagt þér það að þegar, þessi aðferðafræði mín hún byggir bara á því hvað mér finnst eðlilegt skilur ég veit ekki til þess að ég hafi lesið þetta einhvers staðar ég meina kannski las ég eitthvað einhvers staðar sem að gaf mér þessa hugmynd maður farið auðvitað ráðgjöf frá alls konar fólki og allt það mér fannst þetta bara mjög náttúrulegt ferli, þú veist, þú ferði í stjórnmál fyrir fólk ég hætti ekki í vinnunum minni og því trakki sem ég var á til þess bara að fá mér eitthvað nýja vinnu sem væri þægileg, mér langaði til að gera eitthvað sem maður myndi skilja eitthvað eftir sig og sko ég er ekki í stjórnmálum fyrir sjálfa mig og sérstaklega ég er í flokki sem er flokkur almennings og almenns launafólks og þú verður að geta hlustað á fólk til að geta vita hvað eru þeirra vonir og þrár af því að hættan er svo ef þú fylgist bara með fréttum og hérna spjallþáttum þá færðu bara álit svona skoðanaelitunar í landinu og það er mjög hættulegt að festast inn í þeim ranni en að þess að flest fólk þó það sé réttsýnt og það sé að hugsa um stóru málin líka það er líka bara að hugsa um sitt daglegt líf og ég hef bara mikla trú á því bæði sem hagfræðingur af því nú hefur verið að gera mikla rannsóknir að hvernig þú bætir líf fólks og allt þetta í hagfræði og hagvöxtur og hvað sem skiptir máli og það er flest sem bendir bara til þess að bara litlar breytingar sem bæta daglegt líf fólks eru besta leiðin að betri lífskjörum og velferð í landi og það sama við í stjórnmálum skilju og þannig kem ég inn í þetta verkefni bara hvernig getum við bætt daglegt líf fólks og þess vegna skiptir svo miklu máli að hafa ramman, hafa sýnina þú veist, vera vel lesin og allt það en þú veist, það skiptir ekki máli hversu vel lesin og ertu, þú veist, veist ég hvað venjulegt fólk er að hugsa þannig að mér finnst bara mjög jákvætt að fólk hafi tekið eftir þessu og ég sammálaður, ég vonandi er þetta þá bara einhver ný standard og fólk eldir þá bara í þessari vegferð og það er held ég bara mjög jákvætt. Ég held að við verðum að komast fyrir utan þetta samfélagsmiðla samskipti að því eins sko jákvæð og þau geta verið þá eru þau oft mjög einhliða það eru ákveðnar einstaklingar sem treysta sig til að segja meira en aðrir á samfélagsmiðlum og hún verður oft mjög polariserið umræðan og þú verður að gefa kost á þér í umhverfið þar sem fólk finnst öruggt að koma bara og hlusta og tjá sig þannig að það taki þátt varandi peningana já, þú veist, þetta er alveg rétt hjá þér ég er ekki að gera þetta út af peningum það þýr ekki, ég þurfi ekki pening það er miklu miskilningur að ég sé vel auðugur einstaklingur út af þessum einu viðskiptum mínum ég þetta stend bara vel og er bara mjög heppin en ég þarf samt að launa ég veit það ég var aðra að tala en ég hef þetta valkosti og ég meina flestir hafa valkosti mér finnst samt skipta máli að við séum með blandan hópa fólki á þingi ég fór ekki í þetta vegna þess að ég er að reyna að bæta launakjör mín eða ég er að reyna að setja sem fastast og maður sér það alveg að það er svona ákveðin tendens hjá einhverjum aðilum að koma að neina og þetta er bara mjög þægilegt starf þetta er mikið álag, ekki miskila mig en það eru 63 þingmenn á þingi og það er ekki 63 þingmenn sko alltaf í fréttunum menn taktu til því álaginu er mjög misskipt og það er alveg hægt að fara þarna inn og hafa það bara svolítið næs sko þó þessi sumt fólk sem er alveg ótrúlega duglegt en ég held að sé ekki gott að kjörin þarna inni séu þess eðlis að fólk fara þarna inn út af launum það þarf auðvitað að taka með einhvers konar álag þess að þetta er samfélagsþjónusta og þú átt að laða fólk að út af hugsjónum ekki út af fjármagni sko Ætti að lækka launin? Ég veit það ekki
ég meina, mér finnst allavega óæðilegt yfir höfu að við séum með laun sem eru þannig að forsætisráðherra er svona kannski, ég meina, við horfum bara á sveitastjórnir og ákveðna ráðherra og meira þess að formið þingflokka, skilja, forsætisráðherra er kannski ekkert á ósvipuðum launum, það áttur að vera allan sólarhringinn að þessu, það má alveg ræða það hvort að megi lækka þessu laun mínugna, en hérna, þú veist, álæginu er bara mjög misskipt inn á þingi, og mér finnst bara aðalmáli að það sé ekki launakjör sem laði fólk að naði, það má samt heldur ekki vera þannig að þú veist fólk verður náttúrulega líka að hafa í huga að þetta er rosalegt álag á fjölskylduna þína líka og það er ekkert sjálfgefið fyrir maka en að geta til dæmis verið bara í hefðbundnu starfi ef þú ert í svona vinnu þannig að það er bara fórnir, persónulega fórnir sem þú færir þannig að það þarf að skoðast í samhengi við það sko. Og þetta er bara eitthvað sem að ég er upplegað líka, ég meina ég er bara kona með ungt barn, með annað á leiðinni maður minn, hann er bara í sinni vinnu allt annað í gangi og ég er komin í heim eins og svo margar konum sem hafa komið inn á þingu undanfarna árum sem var bara skapað fyrir kallmenn sem voru með konur heima að elda og sjá börnin þannig að þetta er líka bara svolítið nýr veruleiki og það er ekkert bara launatengt, það er líka bara svona hvernig þú skipulegur þingi og þú sett með þingfundi klukkan 10 á kvöldin og svo leiðis þannig að margt í þessu, en nógum persónulega líf þitt til hamingjur samt með nýja, ég átti eftir að nefna það við þig Heyrðu, sko hvaða breytingar svona myndirðu vilja helst sjá innan flokksins og ykkar stefnu út af því núna ég mætti á fund núna sunnudaginn í Iðnó þar sem að þú varst að tala að þyrfti svona breiðari sýn sko, hvaða málefni eru það sem að þið langar að leggja svona grunnað og hvaða málefni, svo við tölum bara alveg hreint út telur að þurfum við að setja kannski aðeins til hliðar Sko ég er bara mjög meðvituð í hvers konar landslægi við erum að starfa í og mér finnst það stundu vanta í pólitíska umræðu, þú veist, hvernig þú kemst í gegn þú veist, við stöndum fram fyrir því sem flokkur að hafa ekki verið í ríkisstjórn síðan 2013 og það er svona skipta skoðunir á hvernig það ríkisstjórn samstarf var bara algjörlega óað því hvort mér finnst það sanngjarnt eða ósanngjarnt hvernig talað það þú veist, það breytir því ekki að það eru svona ákveðnir draugar sem lifa þráttur að þetta hafi náttúrulega verið bara alveg mjög erfiðir tímar og hérna og ég er bara að koma inn í ríkisstjórn á þessum tíma er bara mjög yfirþyrmandi en sko þetta er sagan og ég vil bara taka það fram strax í upphafi ég er ekki að leitast eftir neinu uppgjöri í Samfylkingunni mér finnst einmitt komin tími til að fólk horfa á Samfylkinguna og horfi fram á við og með nýju fólki komi bara nýju tímar hvað það varðar og auðvitað eru gildin þau sömu og það er grunnstefna sem er svo sama þú veist, maður er jafnaðarmaður og með þau gildi sem að felist í því en ég ætla heldur ekki að reyna að endurlifa allt sem fór úrskeiðis og reyna einhvern veginn að bæta það, skilju mér finnst bara skipta máli að Samfylkingin hafi erindi í nútímanum og við horfum til þess og það er til dæmis ástæðan fyrir því ég ferðast út allt land með rós og rósir er því ég er að reyna að setja Samfylkinguna líka með svona í svona alþjóðlegt samhengi, það hafi eitthvað skírskotun, þú veist, við erum partur af alþjóðlegri hreyfingu sósíaldemókrata sem hafa náttúrulega verið mjög öflugur í Norður-Evrópu sérstaklega en það er líka partur náttúrulega í demókrataflokknum í Bandaríkjunum, í Þýskalandi í dag og við annars staðar og þar á að vera alveg skýrt og í okkar tilviki á að vera alveg skýrt hvað flokkurinn stendur fyrir sem eru bara kjör, velferð, efnahagsvenlaus fólks. Það eru svona grunneinkenni, skilur. Þetta er velferðarsinnaður flokkur sem er byggður á samfélagskennd og samábyrgð. Þetta einkenni virðist aðeins hafa svona einhvern veginn flotið í burtu. Það eru þetta skipta skoðunar af því og þetta er kannski svolítið hörkulegt að mér að segja en ég er bara hörkulegt en sko þetta kemur bara fram í könnunum að þegar fólk er spurt hvað Samfylkingi stendur fyrir það áður bara erfitt með að setja puttan á það og þegar þú ert kannski búin að missa aðeins þessa tengingu við grunninn og hvað það er sem einkennir þig þá þarf að fara aftur þangað áður en þetta vaða af stað bara með málaflokka og vera að telja upp mál og lofar og þess aftar verna þess að ég er eindregið þeirra skoðunar að fólk kýs út frá tilfinningu, ekki út frá einhverju svona klísju endilega, heldur bara hvort að það treysti fólki og það skilji hvert þú ert að fara, bara í hvaða átt og að þegar þú fáir verkefni í hendurnar þá hafir rétt á dómgreind og hjarta á réttum stað til þess að fara í það átt sem viðkomandi tengir við, af því pólitíkar þannig þú farið alls konar í fangi
og í staðan fyrir að festast í svona tæknilegum útfærslum á hinum þessum kerfum, þá þurfum við að byrja þar á þessari endurtengingu. Og þess vegna hef ég talað að við förum aftur í kjarnan og náum að breyka flokkin með því að fara aftur í þessu grunnkjarnamál sem eru, þú veist, bara þessi í rauninni grundvallar velferðarmál sem að einkenna sósíaldemókratíska flokka. Auðvitað eru réttlætismál og mannréttindamál undir þeim ranni líka, en við verðum líka að hlusta á hvað er efst í huga fólks. Ég er ekki að segja að flokkurinn eigi að vera eitthvað úber populískur og aldrei hafa eitthvað skoðun sem er óvinnsæl. Alls ekki, við erum ekki að reyna að fá 100% fylgi, við erum að reyna að fá kannski 20, eins og er. En við erum að koma út úr umhverju þar sem að flokkurinn og hvað hann stendur fyrir hefur verið svona smá á floti, en líka pólitíska umhverju hefur verið mjög sérstakt. Þú veist, við komum út úr tímabili, þú veist, við bökkum alveg bara way back, þú veist, 60-70 velferðarstjórnmál, félagsökustjórnmál byggja upp velferðarríkið. Síðan kemur thatcherismin og reganismin og allt þetta, fáum nýfrjálshygginn, síðan kemur jafnaðarstefna með einhverju svona jöfn tækifæri konsepti með Blair og Clinton, síðan kemur sem að svona, svona einhver svona nýfrjálshyggja light skilur, sem að svona fólki líður vel með. Svo fáum við algjört þrótt nýfrjálshyggjuna 2008 og síðan þá, og við getum bara hort á Ísland en þetta á við staðar. Ég meina, getur þú sagt mér í hvers konar pólitík við erum búin að vera í síðan þá? Það er mjög erfitt að setja puttan á það. Það er erfitt, sko, og þú talar að við ættum ekki að vera í einhverjum klísjum og það fólk kýsi ekki frá klísjum, sko, þau erum samt að gera eitthvað grein fyrir því að flokkurinn sem vann síðustu kosningar var bara er ekki bara best að kjósa okkur. Já. Það er ákveðin klísja og svo var hinn flokkurinn sem sjálfstæðisflokkurinn var bara með, þú veist, stöðuleiki, frelsi, lágir vextir, minn eftir því. Lágir vextir. Sko, klísja ekki klísja, mér finnst nefnilega einmitt þetta slagur framsóknar að einhver leiti kaptúra eða ná yfir hvað við erum búin að vera á skrýtnum tímum. Að það er einhvern veginn ekkert sem ræður ríkjum, fólk veit ekki alveg hvað áttu erum að fara, við erum búin að vera með eitthvað svona stjórnarfar sem búin að vera frekar óljóst út af samsetningu flokkana í ríkisstjórn og fólk upplifir einhvern veginn bara eins og það skiptir ekki máli hvað kýs lengur. Þú finnur þetta mjög víða fólki. Það er svona vantrú á að flokkar munu skila einhver af sér og það er ekki búin að endurheimta traust í stjórnmálum. Eftir allan annan tíma þá mælist það ennþá frekar lágt og það eru náttúrulega ákveðin vonbrigði því það voru flokkar sem fóru inn í ríkisstjórn, þú veist, við tökum bara svo VG ákveðin forsendum og svo hefur það einhvern veginn farið í mjög ranga átt, sko. Og síðan stendur frammi fyrir því, einhver flokkur sem segir bara, er ekki bara best að gera eitthvað? Er ekki bara best að við gerum sem minnst og við ruggum bátnum sem allra minnst og þá er að minnst að ekki fara að eiginlega geta meira, þetta eru eiginlega skilaboðin. Og við verðum að vera meðvituð að þetta er umhverfið sem við erum að fara inn í og erum að starfa inn í. Fyrir mér er þetta samt ekki algjörlega meiningalaust. Ég hef upplifað þetta sem svona áratug aukinnar einstaklingshyggju og ég hef talað á þeim forsendum út frá því að það er búið að ala á svona pólitík þar sem að það er verið að senda mjög svona misvísandi skilaboð. Það sé verið að reka velferðarstefnu en það sé hægt að gera á sama tíma við lækkum alla skatta, skilur, og það kostar ekkert að reka velferðarstefnu og þú sér það svolítið í svona viðbröðum í dag við minni orðræðu bara, Kristrún er að fara að hækka skatta, við skulum freka bara lappin í Evrópusambandið og þá lækka allir vexti og allt lagast á Íslandi. Hvernig var það ekki dauði samfélagið, hvað var einhver titillin daginn sem kom þegar þú varst að bjóða þau fram? Já. Sem hét bara, ég held að titillin hafi verið bara dauði samfélkingarinnar. Já. Með Kristrún í farabróti og ég menn þetta er bara í góðu lagi þetta sýnir bara hvar við erum og hvernig fólk er að hugsa, við getum ekki styrkt velferðarkerfið okkar á sama tíma og við ölum að einstaklingshyggju. Það bara virkar ekki. Fólk verður þá bara ákveða, vill að fara í aukna velferðar átt eða vill að fara frekar í einstaklingsmeð átt. Þá er ekki að segja ríkið að taka ákvörðun allt fyrir einstaklinga. En staðreyndin er svo að svona félagshyggja og sósíaldemókrasía í grunninn, hún byggir á því á tilfinningu, á að tilheyra, á við borgum inn í kerfi, við séum partur af einhverju, við fáum út úr því eftir þörf, eftir tímabilum í lífin okkar. Á Norðurlöndunum er það þannig að hátekjufólk fær barnabætur,
þó það þurfi það ekki teknilega sé, en þess að þetta snýst að þú fáir einhvern tímann eitthvað tilbaka frá samfélaginu, þó það sé skattlagt burt einhvern tímann setna. Þetta partur að því að ala á ákveðni tilfinningu og það búið að grafa undan þessu í svolítið langan tíma núna. Við sáum það á síðasta kjörtímabili þar sem var farin svo leið að bæta lífskjör fólks með því að fara í svona viðferma skattalækkanir. Þetta voru skattalækkanir sem tóku 40-50 milljarða út úr kerfin okkar og skilaboðin sem var komið frá ríkisstjórninni sem alltaf sjálfstæðisflokkurinn brilljant ánægð með, þetta bara hugmyndafræði sjálfstæðisflokksins, en það bara get ég ekki rósa Bjarna nógu mikið fyrir hvað hann hefur staðið sig vel fyrir sitt fólk í þessari ríkisstjórn og það alveg magnað hvað hann hefur náð að halda miklum völdum. En þú ert með vinstri flokka þarna sem að tala fyrir þessu og senda þau skilaboð til fólks, þú fær aðeins herri netto útborgu laun, en við ætlum ekki að segja hvað þetta að gera við grunnþjónustuna á sama tíma. Af því að þessi peningur, hann mjög fljótur og þessi kjarabót mjög fljót að fuðra upp í verðbólgubáli sem að skapast vegna þess að það óánægja með grunnþjónustu. Þannig að fólk verður að horfa lengra. Þetta snýst ekki að bara hækka skatta endalaust, en fólk verður átt að segja að því. Men í dag, það ólga á vinnumarkaði út af því að húsnæðismarkaðurinn brotin, það ekki búið að styrkja félagslega kerfið þar, út af því að heilbrigðisþjónustan brotin, það búið að aukast greiðsluþátttaka því að það ekki búið að semja við sérfræðilækna og við getum haldið áfram lengra og lengra. Við erum að sjá ólgu á launahliðinni sem skila sér í verðbólgu og rýrnum kjari fólki af því að velferðargrunnurinn hefur verið veiktur og fyrir mér þetta svo mikil skammsýni að stilla þessu svona upp og það sem eiginlega verst að við séum með 2 flokka þarna inni sem alltaf að slá sig með eitthvað svona velferðar málflutningi, alltaf að tala ég vil nú hækka fjármagnstekjuskatt og veiðigjöld. Þú ert í ríkisstjórn í dag, fólk lætur þess að það sé stjórnarandstöðu. Þannig að það einhvern veginn, það verið að ala svona bakdýramein á einstaklingshyggju og síðan á vantrú fólks að við getum eins og verið að standa í þessu saman af því að fólk fær þau skilaboð, við erum að vinna í þessu, skilur. Það bara ekki til peningar fyrir þessu og ætli þetta sé ekki bara heilbrigðisstarfsfólkinu að kenna þess að þau get ekki komið sér saman hvernig á að nýta þessa peninga. Þannig að þetta umhverfið sem við erum að koma inn í og það þýðir ekki bara að mæta og einhvern veginn bara svona strunsa áfram með okkar framtíðar hugmyndir. Við verðum að byrja á því að leiða hugafarsbreytingu í þessu umhverfi sem back to basics, þú veist, hvað félagshyggja, velferðarstefna, kjarnamál sem snúa að heilbrigðismálum, sem snúa að húsnæðismálum í grundvallaratriðum ríkisfjármálastefnu sem til þess fallin að styðja við þessi velferðarmál, lífeyris- og tryggingamál. Þetta eru risastórir málaflokkar og ég hef nefnt þessa málaflokka ekki af því þetta eitthvað tæmandi listi og þetta eina sem samfélkingin má tala en þetta ég að reyna að kveiki ykkur tilfinningu hjá fólki. Þú veist, þegar ég tala velferð, að fólk viti að þetta kjarnin. Síðan alveg hægt að hanga á alls konar önnur mikilvæg málefni, skilur. Þú veist, loftslagsmál og alþjóðamál og þú veist, framtíðarsýn í svoleiðis hlutum. En hvaða sérkenni og einkenni við að fara að hafa í loftslagsmálum og alþjóðamálum ef fólk veit ekki hvernig kjarnin okkar innbyggður? Þannig að við munum nálgast loftslagsmál út frá velferðarsjónarmið. Við munum nálgast alþjóðamál og þú veist, inngöngu í ESB og hvað sem þú veist þýðir út frá velferðarsjónarmið. Þannig að ég sé þetta sem svona lagskipta vegferð og ég bara ekki hrifin að því að fara í eitthvað svona upptalningu af málaflokkum allt sem ég vil gera. En þess að ég bara verið heiðarleg með það, ég fórst með 25 forgangsmál, maður, þá ekkert í forgangi hjá þér. Þú veist, þú gerir alla ánæða og svo veldur þau öllum vonbrigðum. Þetta var skemmtilegt backhanded compliment hann á Bjarna. Nú veldi ég fyrir mér út af því að ég sammála þessu að ég held að einstaklingsfrelsi sé grunnurinn að velferðinni og nú ætla ég að bregða mig bara í líki Óla Bjarnar og segja bara, Kristrún, þú getur alveg verið að tala þessa velferð í allan dag en þú verður áttað á því eftir því sem við lækkuðum skatta meira því meira fengum við inn í velferðarkerfið eins og hann sagði við Gunnar Smára núna í Sprengisandi núna senast sunnudag
og sko ég veit ekki alveg í hvað heimið þú byrði en hérna í raunveruleikanum þá áttum við okkur á því að það er stríð í gangi í Úkraínu, það eru bara versnandi lífskjör í allri Evrópu, við erum nýstíðin út úr COVID og þú vilt bara setja hérna blindfold og taka upp moneybyssuna og spreyja yfir alla sem að vorkenna sjálfum sér. Sko við þurfum átt okkur á því að við ætlum að hafa einhvers konar velferð hérna á þessu landi, þá þurfum við einstaklingsfrelsi til þess að skapa verðmætin út af því að fólk er ekki að fara að borða peningana. Þannig að hvernig ætlar þú að skapa þessi verðmæti ef þú ætlar að skattleggja alla í þrot sem eru í einkarekstri og fleira? Já, Óli, þú náttúrulega gleymdir líka að tala um verðmætasköpuna sem á öll sér stað í einkageranum. Hérna, sko, þetta er nefnilega svolítið skemmtileg framsetning út af stöðunni núna. Það er verið að ráðast í alls konar aðgerð út af þenslu. Og ég er fyrsta mannskjæn til að segja það þarf að passa verðbólguna. Það þarf að passa verðbólguna. Ég hef til dæmis ekki sett mig upp á móti þessum vaxtahækkunum hjá Seðlabankanum. Ég gagnrýndi Seðlabankan harðlega. Við eigum örugglega fullt af samtölum þetta á teipi. Við vorum tvö saman í, við vorum bara þegar enginn var að tala um þetta. Já, ég meina, þetta er eiginlega bara magna að fylgjast með þessu. En sko, ég gagnrýndi þá stefnu sem var farið á tímum COVID að einhvern veginn bara svona flæða allt kerfið af fjármagn með mjög ómarkvissum hætti. Svo kom einhverja hægri hauka síðan þá og sagt, Kristrún tala alltaf fyrir svo miklu aukningu fjármagns og þá hefði verðbólgan verið miklu hærri. Sko, ég var að tala um að ríkisfjármálum er beitta meiri krafti, ekki peningamálastefnunni. Það skiptir máli hvert fjármagn rennur. En ég hef ekki sett mig upp á móti þessum vaxtahækkunum núna eins og ég skil hvað Seðlabankinn er að gera. Ég get alveg tekið einhverja svona hagfræðilega umræðu hvernig kanalar peningamálastefnu virka og eitthvað svo leiðis. En ég meina, í dag erum við bara með þessa tegund peningamálastefnu. Þetta eru viðbröðin sem að þau treysta sér til þess að ráðast í til þess að fara að rót verðbólguna. Og það þarf að passa upp á þetta ríkisfjármálum. Það þarf að passa upp á þetta. En það eru aðrar leiðir til þess að koma í veg fyrir að peningum sé bara spreðað hagkerfið. Það er hægt að fara í aðhaldsaðgerðir líka á tekjuhliðinni. Fjárlögin í dag byggja á því að það er bara verið að kroppa af almenningi peninga. Það er verið að fara bara í almennar gjalda hækkanir í staðin fyrir að fara inn í hvalrekan. Það er hvalreki eftir COVID í fjármagnstekjum, í stórútgerð núna át af stríðinni í Úkraínu. Þetta eru bara hópar og fyrirtæki sem hafa hagnast á ástandinu. Og þetta snýst ekki öfund eða fólk með ekki græða peninga. En þegar það er ójafnvægi að skapast í hagkerfinu, eins og er í dag, að það eru sumir hópar að líða rosalega fyrir ástandi og aðra græða, þá er bara mjög eðlilegt að mínu mati til þess að koma í veg fyrir bara óróa síðar meir sem leiðir þessi launahækkunum, verðbólgu, aukin ríkisútgjöld, halla, að þessi gripið inn í núna. En síðan er líka bara grundvallar munur á hvernig þú horfir á heiminn, Óli Björn. Skilju, staðreyndin er svo að ég trú að verðmætasköpun sé samstarfsverkefni, skilju, öll þessi fyrirtæki sem skara fram úr, þau skara ekki fram úr í tómarúmi. Þau eru fallað ykkur í samfélagsgerð sem við höfum skapað, lögum, reglum, opinberum háskólum, opinberum menntakerfi, þeirri staðreynd að heilbrigðisþjónusta hérna hefur upp til hópa verið ókeypis. Ég meina þegar ég var að vinna í Bandaríkjunum, þá var borgað fyrir mig heilbrigðisþjónusta af fyrirtækinu mínu. Þetta er bara rosa stór kostnaður fyrir prívat fyrirtæki í Bandaríkjunum. Sko þetta er hlutir sem er búin að undirtryggja og samtryggja fyrir öll þessi fyrirtæki og þetta er ástæðan fyrir því að atvinnulífið er svona dýnamist til dæmis eins og á Norðurlöndum þar sem er sterkt velferðarkerfi þannig að einhverju leyti er sko auðveldar að fara af stað með business ef þú hefur aðgang að hæfu menntuðu fólki sem hefur velferðarkerfi, það getur hætt í vinnunni sinni og skiptum og gert það sem hentar því best og komið þá til þín vegna þess að það eru atvinnuleysisbætur, það er eitthvað kerfi sem grípur þau. Ég horfi á verðmætasköpun eins og hún sé byggð á kerfin sem við erum öll að byggja saman. Það þýðir ekki að einkafyrirtæki leggja ekki í púki, þau leggja gríðarlega mikið í púki. Það þurfa náttúrulega líka að vera samkeppni til þess að hafa hvata til þess að skapa meiri verðmæti. Það er náttúrulega hin hliðin á þessu og það er verið það er oft verið að stilla upp hlutum í einkarekstri eins og það sé einhver brilljans á bakvið ofur arðsemi. Það er margt frábært í sjávarútvegi. Þá alls ekki gera lítið úr því. Atvinnugreinin hefur náð mjög langt og það sé óráði í tengslum við rentu og allt þetta. Ef við horfum bara kalt á tölunar, þá hefur þetta verið stórkostlegt hvað er búið að ná mikill arðsemi út úr þessu. En það verður að setja línuna á hvað er sko rekstrasnildin, skilju, og hvað er bara í rauninni einokun sem felst í að kerfinu var lokað á sínum tíma
og í eðlilegu samkeppnisumhverfi það hefðu bara allir farið út á sömu miðin. Þetta var líka við bankana, þetta við tryggingafyrirtækin, fleiri fyrirtæki og það þarf að vera vilji til að viðurkenna að þú getur verið að standa þig ágætlega í fyrirtækirekstri en haft samt tilfinningu fyrir því að partur af rentunni sem skapast hefur ekkert að gera með þig og það þýðir ekki að það sé verið að refsa þér, það þýðir bara, herðu, þú ert að fá hérna rentu út af samfélagsgerð sem við öll lögðum inn í, settum vinnu í að skapa, það ekkert óðarlegt að eitthvað þess rentu farið tilbaka til samfélagsins til þess að halda áfram að búa til kerfi sem þú vinnur í. En síðan langar mér að segja líka í lokin, varandi þetta með að lækka skatta og hagvöxt og eitthvað svona, það eru engar rannsóknir sem benda til þess að þetta sé satt, Þessi tilraun hefur verið framkvæmt mjög oft í gegnum tíðina. Veitu að þá hvað nákvæmlega? Að það sé hagvaxtar eða atvinnuskapandi eða eitthvað neginn að lækka vexti. Það er margar rannsóknir sem benda til þess til dæmis að þessi aukning sem við sáum í kringum Reagan og Thatcherisman, það var til dæmis Bretland var að ganga inn í evrópska efnahagssvæði svipum tíma, frjálsu viðskipti voru að aukast, það er bara margt sem gerist á svipum tíma sem er auka gífurlega hagsælt í þessum löndum og það hefur ekki tekist að einangra þetta sem eitthvað svona ástæðu fyrir hagvöxt að lækkun skatta. Osborn gerði þetta í eða Bretar gerði þetta á sínum tíma eftir fjármálakrísuna, lækkuðu skatta, fyrirtækjaskatta, þetta hafði engin áhrif. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta sé eina leiðin og þetta var kannski sem ég var að vitna til þetta áðan því ég var að tala um leiðir að lífskjörum og mér langar að benda í því samhengi á eina mjög góð bók eftir Nóbelsverðlaunahafan Esther Duflo og mannin hennar og mannin hennar, ég man ekki hvað hann heitir hann er hagfræðingur líka, þau unnu Nóbelin saman sem heitir, og snúið svo við já, nákvæmlega, sem heitir, ég held hún heitir Good Economics for Bad Times eða Hard Times eða eitthvað og þar eru þau til dæmis bara að fara yfir allan að literatúr, hvað skapar hagvöxt því að pólitíkusar eru svo uppteknir að því að það með ekki ráðist inn en aðgerinn en það séu hagvaxtar hvetjandi og þau segja bara, það hefur í rauninni enginn geta sett almennilega puttan á það hvað það er sem skapar hagvöxt það eru bara rannsóknir sem fara bara út og suður en það sem þau þó vita að vinnu sinni í þróunaríkjum og víða annar staðar er að litlir hlutir sem styrkja velferð og samfélagið það er halda utan um fólk og búa til velsæld og þess vegna verðum við að forðast svona töfra lausnir. Það þýðir ekki að ég ætla eitthvað að fara af stað og bara eitthvað setja skattheimtu í 70% og svoleiðis. En þetta er samt fáránlegt að við séum með fólk í ríkisstjórn sem að sér ekki að hlutverk sitt í ríkisstjórn og leiða landið er að skapa samfélag og vernda samfélagið og hjálpa fólki og styðja við fólk, halda utan um það, ekki að halda því uppi fólk þarf auðvitað að bjarga sér sjálft upp eitthvað marki en þú ferð ekki í pólitík til þess að lækka skatta til þess að minnka sig ríkissjóðs. Ég veit alveg að það eru flokkar sem gera það, fyrir mér er það fáránlegt ég get alveg skilið að það er bara þeirra stefna en pólitík og stjórnmál snúast að styrkja samfélagið og þegar markmiðið þitt er orðið ykkur svona statistík á blaði í ríkisreikningi þá ertu farin að nálgast hlutina rangt. Af því að skattprósentan sem þú borgar er ekkert aðalatriði. Það er bara kaupmátturinn, ráðstöfunartekjur, hvað þú getur borgað fyrir þetta. Er búið að lækka skattabrjálega að þig en húsnæðismarkaðurinn í hæstu hæðum, þá skiptir þetta engu máli, Þannig að við verðum að fara að horfa svona svolítið á samspil hlutina. En ég veit alveg að ég horfa heiminn öðru í sinni Óli og ég ber, þú veist, bara að því ég var að hrósa Bjarna náðan. Ég ber bara virðingu fyrir því og það er til dæmis með 2 einstaklinga sem eru bara mjög hreinskilnir með sína pólitík og mér finnst eiginlega miklu áhugaverðara að taka umræður á svona forsendum þar sem að bara fólk er að takast á pólitíska hugmyndafræði og það liggur bara skýrt fyrir og ég get ekkert verið fúl út í þátt af því þeir eru bara með aðra sýn en ég það sem að fyrir eiginlega meiri töðan á mér eru stjórnmálamenn sem bara svona einhvern veginn tala út og suður alls konar og framkvæma svo ekki takt við það sem er að segja af því að það er svo
það hefur svo mikið svona niðurbrjótandi áhrif á pólitík. Það ég hjartanlega sammála og ég líka sko, og þetta ástæðan fyrir því út af því ég hallast meira og ég meira sammála Óla Birni heldur en þér í þessu til dæmis en út frá samkeppnissjónarmiðinu þá svo sáttum með samt að þú setja komin í stjórnmálin út af því að mér vantar einmitt þetta svona frjálshyggjuafl sem þá raunverulega það en ekki að fela sig bak við til dæmis að sko þóknast einhverjum fólki sem vill vera ráðherrar í öðrum flokkum og búa til 2 ný ráðuneyti á sama tíma búin að segja alltaf minka báknið sko ég bara sko báknið sko en hérna að öðru út af því ég búinn að fara svo oft yfir mínar pælingar í sambandi við þetta út af því að hérna, ég náttúrulega ekki sammála því ég held að skattar einmitt séu hvetjandi á atvinnulífið út af því að það líklega að ég sé tilbúin til þess að fara í rekstur ef ég með 10% skatt á menn atvinnurekstur frekar heldur en 20%. Það fer líka eftir hvar þú ert. Ég er til dæmis fylgjandi því að vera með þrepaskiptan fyrirtækjaskatt. Mér finnst munur á því hvers konar fyrirtæki þú ert að reka. Ef þú ert að reka stór fyrirtæki með mikla stærðarhagkvæmni, þó þú náir náttúrulega aldrei stórkostlegri stærðarhagkvæmni í Íslandi, en stærðarhagkvæmni og í ofanálag fákeppni á bakvið þig, þá átt þú að vera með annað skattaumhverfi en einyrki eða lítið fyrirtæki. Og mér finnst þetta bara grundvallar atriði að gera greinarmun þar á. Og ég til dæmis tala mikið fyrir því að Samfylkingin gleymi ekki litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Að ég oft fengið svona spurningu hvort ég sé að fara með flokkin til hægri eða vinstri og það verðist nú vera svolítið svona skipta skoðunar því eftir því hvernig þú tala við, hvernig fólk upplifir það. En mér finnst það bara skipta máli að sko. En hvernig upplifir þú það? Að mínu, ég veit það ekki.